Þannig margir mættir, en hérna tökum þetta fámennið komment. Það tekið upp líka að það er margir sem vita því, þannig að þetta verður bara að vera þörfnum. Það verður ekki langt. Það er meira svona mínar pælingar sem ég er búin að vinna með svona síðkastu. Og ég ætla að pæla þessum prósentum. Ég hef verið í Þýskalandi með flesta boltana varða í deildinni. En samt með þessum prósentum bara til að ná þessum bestu í því. Og ég ætla að spá í hvernig ég kemst þangað. Þetta er svona okkar markmenn, líka íslenski markmenn. Það var svona nálgast að bestu. Og þetta er svona, nokkur eins og Ísland kom ekki með það. Þetta er mindmap eða hugakort og ég ætla að vera með svona PDF-form og text og þess en svona vil ég gera það fyrir sjálf mig líka. Ég er að vinna þetta sem sést á einum fljóðum, ég vinnur sjálfur með þetta, ég gerir svona leiki og fyrir sjálf mig. Og við þurfum að verða betri heldur við erum, það er verið klart. Og nota ekki bara heila myndið það við það, því við fáum ekki að skrokka þessa marga 20 metra markmenn, þannig að við þurfum að nota þess meira heila og þá er mindmap bara mikil til því. Nokkrar nýtur sem við líka að drepa. Það byrjum að þessu nöðulega, þetta er svona sem við fókusar á, við erum að hugsa lengur en hinnir og það er alltaf gert að líka bara handboltalessi. Við erum alltaf verið á hvað það er að stúdera aðstæðingin, leikreina í landsliðum, alltaf verið aðeins lengur að gera leik í markmannslinni og verður bara að pæla meira og það er sem við erum búið til í okkur markmönnum, bara að pæla meira og það byrjar bara að sérna. Fyrsta svona nýta sem til drepa það er nær og fjær, markmaður nær, vörn og fjær. Þetta er svona drap með lengi vel og pyrringur, fyrir að mjög að bolta verið fjær, þá er það varnarhornið og fría sjálfur með þetta ábyrðinni. Þetta verður bara að ná að kvörta alveg út. Þegar markmaður ná allt markið og gaurinn framnæði, hann er bara hjálpaður. Og það er bara það sem fókusar á. Og einu sem við erum ekki áherslu á með varnarnum okkar þessi beinblokk. Þetta er sem við vita, en hvað beinblokk þýðir, það er allt annað. Ef það kemur blokk, segjum bara svo tjúmardæmi hérna, og skot hérna, og hann er að skjóta hérna, þá á markmann bara fjær ef það stendur svona. Það er bara að lesa blokkina. Og við erum eitthvað slít og við þessum ná upp í hotni, bara hvað sem það stendur, basically beinblokk eða einu sem við þurfum til þess að verja það. Og þeir nota bara sem hjálp og allt ef blokkin er svona og það skoti hérna og ná tilbaka, það er meira varnar hotnið í gæsalöfna. Allt þetta er einnig bara svona að gera mjög lélegri að vera að spá í hvaða hotni ég á, hvaða varnar maður á. Því einnig er það bara, allt okkar rammi og við fáum bara hjálp það. Það er þetta sem kemur nú líka á eftir. Varandi grunnstöðuna, setjum teikna hérna fallið sem að skanna hérna og stækkruglir. Við þurfum svolítið að skanna okkur, skanna markminn líka. Þegar grunnstaðan er, sem ég kom líka fram á kynningu, að það er ekkert eitt rétt. Það er ekkert rétt að vera svona. Það er bara hvað ykkur finnst hvað markmanni gerir. Ég var svo lengi að vinna með grunnstöðum með hendina svona uppi, en fór alltaf hendina niður fyrir skoti. Það spurði sjálf mig, okkur er ekki hérna og spara um tíma, því ég er búinn að æfa það heilíkan að halda hendunum uppi og þess vegna, það er bara að skjóka markmann með hvað hann er stór, hvað hann lítill, hvað hann vill gera og hvernig hann finnst best að gera og gera best úr hann. Og það byrja bara þér, það skannir um bara á toppið tapar. Grunnstaðan, það byrja bara í augunum. Að við séum alltaf að fókusera boltan, augun séu opin, það byrjar spennan. Svo ferðum bara í grunnstöðuna, ég ætla að vera hér, því ég fer alltaf að mynda niður á milli. Þá byrja bara að spenna hendur, samt að vera ákveðinu svona, það verður algjör spennu samt ákveðinu svona flæði líka, ekki vera spenntur í líkamannum. Þegar hérna magan, hann þarf að vera spenntur, þá þarf að bója í hné, og það verið fótastæðið saman líka. Það ég var á svona gleðið fyrst, þannig að vinna með það saman, en það eru margir þetta sem það bara að vinna út af því hvað markmann í höndum, og það er mjög gott. Ef markmann stendur svona, ekki að gera svona, ég ætla að gera bara aðeins til þess að fá meira páinn. Og þetta uppbytun, allar þessar pælingar, það þurfa að vera í gangi í uppbytun. Það er markmenn alltaf uppbytun, það er kannski 40 skot í uppbytun. Það hittur markmenn bara uppi, niðri og millihæð. Þetta er bara gullskot til að fá okkur þess að æfa þetta grunntækni. Ef við gerum vilt að tækni þar, þá kemur líka bara leiknum með æfingu. Sérstaklega svo séu svo mikið feil hjá íslenskum markmennum.
að þetta markið og stefnur í markinu en í uppbytuninni standa aðeins framar. Svo til þess að auðvitað sig bara, þú veist, fyrir að heita upp. Og gegnum þetta þá er þetta að taka 40 skot sem eru rangar hreyfingar. Til að þetta fara lengra. Tækjum að tryggja með pásu milli skota og gerir allt hárrétt. Það með splittið, það þarf að velja og hafna hvernig það splitt og hvernig ekki. Það er rosalega bara, fyrir mig, splitt ekki eitthvað á skiptu. Við tekum meira og skipta það koma upp, þá tökum við stuttar yfir næðarnið og splittar niður í fjær. Splittir nota ég persónulega bara við skot niður í fjær, frá skiptu, það kemur þessi skot hérðan og hingað, þá splitta ég, annars er að klára þetta hótt án splitts. Það er því að það fer ég alltaf á langt með líkamann og þetta þegar ég fá splittið hérna undir. Og saman sem splittið, það er á miðju í undirhundarskónum. Þá notar splittið, nema við vitum það, leikmannir skjóta mikið upp, þá áttu að reykja það. En við erum alltaf ekki festað við því að vera að gera alltaf splitt út af því að það er flott hreyfing eða ég ger hann alltaf, en hún er ekki alltaf rétt. Þetta að skoða í stöðuna, er hornið í snuttu hornið, þá getur við glemt í. Og allt þetta með splittin, þá gerir splitt í leik og gerir það uppbyrðinu líka. Þess að ná því rétt inn aðeins. Þetta er augun. Þetta sem ég var að fókusa rosalega mikið á síðustu 2 áherslulega. Það er þessi fókus og vera að spá í boltanum. Maður segist að horfa boltan, en það er alltaf að horfa í augun og hinn. Þetta er að fóra strax frá uppæði og sér það að markmann verið vilt tótt, þá er bara ekki að horfa í augun að horfa á boltan á anstæðingum. Það er náttúrulega flestum tilvikum. Ég er náttúrulega að grípa á öllum æfingum, flestum leikjum líka. Ég hugsaði grípa, setja press á mig og þá er ég meira fókusar á boltan. Ef hann kemur í kringum mig, þá er ég byrjast aðstundur. Ef hann feir í hópni, þá reynir ekki grípan, en þá gerist það ósjálf þegar ég þetta orð, en að finna sér eitthvað orð sem við erum töflast á til þess að halda öðrum boltanum. Bolti líka, ég notaði mikið líka. Það er bolti, þá er ég alltaf að fylgjast með honum, alltaf að tala við sjálfum mig. Það er svo mikið þegar við erum svolítið mikið einir í rammanum, að við svolítið tala við sjálf okkur líka leiðinni. Boltahræðsla er eitthvað sem hann æfa líka þar á hann eldri. Boltahræðsla gerir hann mikið þess að skanna hvernig markmaðurinn er, hvort sem hendur boltan. En boltahræðsla er bara eitthvað elst að manni, en það er að viðhalda. Og boltahræðsla er ekki með að hræðsla, það er bara að blikka öðum eða snúa undan og oft svona fyrir fram með markinu, það fólk sem er boltahræðslu. Og þetta er allt sem að æfa líka með ákveðum æfingum þau verða eldri líka, það var ekki hægt að nota þetta. Ég er að byrja aftur því, svona æfingum að standa á markið og bara neytin er ekki lengra þetta, ég stend bara í horfa boltan og bara blikka í honum. Þetta er líka að þróa bara með ykkur hvaða æfingar, það er fullt af æfingum, það er þessi gert til lengri tíma líka. Þetta er hlutur sem er mikilvægt að tífa, á maður að gera ekki og ég gera það, nema þegar það er aðeins þreyttur, þá pása ég það bara meðan að sóknin er að byrja. En þegar það er að koma aksjón, þá er bara svo gott tífa, bara til að seinka ákvörðun. Og þegar maður er alltaf líka þegar maður fær fyrir að hengur í grunnstöðu sem stopp alveg, en alltaf að tífa, þá bæði eftir að seinka ákvörðuna, fara eitthvað hodnið, og eftir að virkja hröðu öðræðina í mótunum aðeir, og eftir bara að vera tilbúin og litlu skrifin vera þægilegri á rétta staðsetningar á útæðingum. Þetta er eitthvað sem að Íslendingar þurfa að vera betri og við eigum ekki góðir í því að þetta tengist heimum okkur og við erum virkilega frjóir allir Íslendingar og við erum alltaf sér. Ég sagði af mig hérna með þessa leikrinning og fleira. Þetta á að vera svona punktur sem við erum bara náð í 100% allir mann. Og þetta er að stúdera andstæðinginn, leikarina og verða bara taktísk klárari. Og þetta er alltaf ennum það þegar Ingibjörn Ingimundsson kunni að spila sókn í gamla daga, spilaði með IR, spilaði mútið bikarúrslitaleik. Svo stóru leikur minn svona í deildinni heima sem ég var svona fyrsti, svo alveg leikur mikil ábyrgð, var svona átt bara að vera klár. Og ég stúderaði alveg í rænur, og bara með alltaf hreinu og þessar alltaf afnöfni og bara mætti bara líka bókinn í markið. Svo byrjaði leikurinn og Ditti hoppar upp, setur hann alltaf í fjær, minkaði svona, svo byrjaði bara fyrst skotið og skotið nær. Þá fór leikurinn bara með svolítið úrslið. Ég vissi ekkert hvort hann vissi að ég vissi og þeir vissi líka ég vissi. Og það var
fór ég bara alveg að rugla basically hausnum á mér. Og þarna fór ég bara, misti ég bara trú að sjá mér og fór að spáði fyrir allt öðrum hlutum sem kannski skipta mínu máli því að sport bara spurning momentum. Og þetta allt hlutir, ég segi hérna, undirmeðlunni. Þú lappar hérna á völlinn, það ertu bara þar undirbúinn, þú undirbúinn í 5 daga, 6 daga, 7 daga, það er ekki máli. En svo starta að skilja það frá bókinni og pæla bara meir í sjálfum þér og að koma sjálfum sig. Gott dæmi svona leikreining sem Portugal núna, að það ekki að skilja þig frá planinu. Ég hef ekkert gert það með Didda á sínum tíma, að vinstri hornarvörðurinn hjá Portugal, ég horfði held ég á 8 leiki hjá honum og svo leikur í höllinni á spilamótin og hann var alltaf bara basically bara skaut niður í fjær eða upp í nær og svona frekar svona auðveld skógreining. Og gekk þess vel í höllinni, hann var flott og hann bara aðeins í skótmynd. Svo mætti við til Portugal og hann fer fyrst skotvísinu, hoppar hann inn, reynir að skjóta hausnum og fer ekki bara þétt bolti og ég varði boltan meira bara því ég var svona ekki spá í því hvað var að gera síðast og var inn í momentinu þá er ekki alveg fatt af hverju ég gerði það og ég var á 9. leikurinn og ég spilur af hverju henni ekki maður taka skot í 9 leikum í röð sem ég er landslíki því að það sé þetta og þá bara flóðið spæði getur verið að þjálfara þarna að gera það getur verið að það verið innfóðið frá þjálfaranum sjáu þið hausinn á hann spólið tilbaka, 4 leikum í Portugal ég var kannski opinn á hausinn kannski það bara upplýsingar kannski það bara hendaði hotamenn, skjótið hausinn á hann og bara það tók ekki með mér í framhaldi það virtist vera svoleiðis og þeir tók alveg 4 skot það virkilega basic skot á hausinn á mér sem þeir hafa ekkert gert áður og þetta svona gott af leikari sem það gera í momentinu þegar maður kemur með þroska og með svona bara sjálfstrausti og þetta allt þetta undir með undir og þarf ekki að rekja leikin því að þegar það kom markmann stöður upp þessi er þetta spjalla með markmann og ógeðslega mikilvægt því það ekki bara menn ekki spjalla bara mitt af menn þurfum alltaf að vera að gefa tips og fullt af svona hlutum sem hinn spotta sem að kannski hverjum markið spottar ekki því það eru fullt höll og það er læti og stemning þannig spáði ekki að skýri og það er gott að hafa alltaf kýpa um þess að marka um þess að hefna manni þetta Conor McGregor hann lýsti samfélaglega þegar hann sagði winners think about winning, losers think about winners þú mátt ekki endilega spá mikið í hínum gæðum alltaf að spáði þér og þess að horfa í völlin þegar það er kannski leikur, stórleikur og hvað þú með plan, ég mæti gameplan 20 leik og svo bara basically bara gleyma leikun ég bara spá ekki í handboltanum og það er bara allt inni og þegar það kemur leikun þá er ég klár frekar að fara að snemma ykkur hótt eða giska ykkur hótt það er bara sem lega momentið og þess vegna svo þegar menn gerast fara svona þykja og töff að lappa svona myndina og svona horfa á heitt við að gera svona og það skýtur uppi, ok og þetta er bara alltaf truflaði sjálfa þig þú veist ekki bara sem ég með kannski plana móti Duarte í Portugal þegar hann sitjar alltaf kannski nær og svo fær ég að horfa uppbytun og það er 3 fjær röð þá er ég bara það er breyta gameplanum mínu eða hvað ég gera það var að hugsa mikið þannig við þurfum alltaf að spá í okkur sjálfum fyrst og fremst og hitt bara sig alltaf hafa þetta bak við eirað þannig hefur verið sterkar í allri leikreiningu og væri bara taktísk klára þegar kemur ná eftir taktísk klára leik þetta er mjög líkisending sem ég búin að lifa með það er bara markmenn ekki inn á reddingum og oft fengi bara við gerum þetta svo redda bjökja ykkur ef þetta klikkar og það er bara röng aðferð í dag það er bara svoleiðis þú verður alltaf að sjá markmanninn, hans styrkleika, hvernig það nota því að markmann líður ekki vel þá er leikurinn búinn, það er bara svoleiðis og ef hann er óöruggur, það er þessu stór hluti af leiknum en það verður líka bara stór hluti af ákvörðunartökum sem kemur á leiknum og hvað vill okkar markmann, hvað er hans styrkleikar það er að fá alls konar dæmi við tekjum þetta dæmi innleysinguna þú er bara plain innleysingu þar sem vinstur hornið leysir inn þá myndast ákveðin 2 staða hér það eru 2 mögulegur stöðir sem við getum leyst þetta það er að margir gera sem eru með veika hornamenn og lága hornamenn að rjúka út og þá myndast plássinn á milli með bakvið og þá er línumann að fara breytt inn hérna inn þetta getur henta markmenn sem eru mjög góðir á línumönnum og þekkja stöður og góð eigi ekki vera að spá í hornamannum ykkar og honum er óþægilegt að standa niðri, vill fara út og hann fyrir út en að markmann kann nýta þetta skot þá kannski hjálpa það ekkert. Hin lausnin sem dæmið er standa alltaf saman
og hann kemur hann á miðuna, þá á ég fjær. Þetta lausn mjög svo gott fyrir mig persónulega, en þetta þess sem aldrei slítur á línumannum, ef hann kemur náttúrulega miðan og stígur út, þá er línu laus. Hann þarf alltaf að vera þéttur og skiptur með hotn, þessi hann. Þá kemur þannig staða, hann er komin hingað, það þýðir ekki að þessi gæi að færa sig líka hingað. Hann heldur þessu og bjóð mig hérna skot. Ef hann þarf að ná honum hingað, skotmaðurinn, og sem við vita pælingunni, þetta er ekkert nýtt, hann veit að við viljum gera þetta, þá þarf hann að taka aðeins meiri sveig, þá er skotið hérna. Þá farið hjálpa þessum gæja og þá tekur þetta út og lokar þetta. Og þá er þetta verið okkar nýtt. Þannig að við höfum lesið þetta okkar rými, svo bara með hverjum við vinnum. Þetta var þjálfur markmaður alltaf fíla. Það var með sterka markmaður nýmöndurum að viltu byggja þetta skot hérðan, heldur en að fá línumann neitt á baki hóttamæri. En þetta var gott dæmi það að markmaður vill í hvernig hann góður. Saman sem er ákveðna bassastöðu eða bara 2-2. Hvað vill markmaðurinn? Vill hann fá hann hérna með við í splittið sitt sem þeir eru þéttir og má bara skjóta hérna og ef hann fyrir tilbaka þá er það varnarhótti eða vill hann fá hann hérna og skjóta nær. Þetta er allt svona spurning hvað markmaðurinn er góður í og hvað hann vill fá. Og það er svona besta dæmið þetta hér. Og það þýðir ekki að lítið hóttamann sem er veikur á línumann, það þýðir ekki að senda út og fá línumann hérna inn ef markmaður verða ekki. Þá skilur það líka. Og með því að vera taktískt klárari, þá veit markmaðurinn hver skýtur hvenar. Og það er svolítið eins og við kemur kæra og kerfi. Við kemur einhverju að kerfa, þá koma ákveðin skot. Og þessi skýtur í þessu kerfi, þetta er alltaf góður upplýsingar að markmannum vita, til þess að skilja leiki. Þess vegna verða markmannir verða taktískt klárari. Að vita hvað kerfin eru, hvað kerfin spilur, hverju skjóti, hvaðan kerfin og svo framvegis, til þess að verða bara meðvitaður það hvað vill ég, hvenær vill ég fá það. Þeir notu þetta mikið skandinávnir, græn og rauðsvæði fyrir markmannin, þar sem að allt þetta 9 metrar eru grænsvæði, þetta er grænsvæði hérna, en grænusvæðin er ekki grænsvæði og markmannin fílir það. Og það er sem þessi, og hotnamenn, viljum við fá hotnamann inn ef það er yndutala eða ef við erum komin í yfirtala, en viljum við fá skiptun í þetta. Við getum ekki lesað út í hvað leikmenn mæta, en hvað markmaður fílar líka. Hvað vill markmaður? Vill hann hotnamann inn eða vill hann fá skot við 2? Það veit kannski líka undirbúningnum. Þessi ég með viðstofnum heim, hann er alltaf í fjær og ég held ég klára það. Þá gefum við það og svo að pleka þá skiptum við. En ekki vera þjálfarinn ákveði bara algjörlega segja spýtu áðurstæla markmann hvað best taktíkin er. Þetta hérna líka sérstaklega mikilvægt fyrir markmenn. Þetta er hérna að búa til einhverja fyrirliða. Markmenn þurfa að vera ákveðir fyrirliðar og svona leiðtogurinn á vellinum. Þeir eru að stjórna svo miklu andrætti og það þurfa að vera sem er allt heimnu þurfa að skilja leikina svo vel. Góð myndi á Vinda Halldórs var að hafa band, fyrirliðaband, bara á æfingunum. Það er sérst, það er ekki ósýðuð band, það getur bara band sem er töskuninni, bara þú ert fyrirlið þessa vikuna. Og hvað gerir fyrirlið? Þú bara stjórnar sjálfur, þú bara aktar þessa fyrirlið. Og það fá allir liðis ábyrgð. Það er að vera markmaðurinn. Þannig að fá þessa ábyrgð á æfingum, hvað gerir fyrirlið, hann peppar, hann þarf að sína ábyrgð þegar það gengur illa, ef hann er frumvarki röð, þá þýr ekki að vera öskur eða pirraður, það er alltaf með fókus og svona allir svona byggjum þetta með leiðtoga í sjálfu sér. Og þetta er gott bæði í liðinu og sérstaklega fyrir markmann. Ég verður að byggja sterka leiðtoga og það er sem ég er rosa mikið að velta fyrir mér svona gegnum tíðan hvernig ég get styrkt sem einstaklingur og verið betri leiðtogi. Og þannig séð aðeins ég áttum með að heyra það er ekki að ég má ekki missa einhvern veginn mín. Það er að vera alltaf góðan, það er svona fyrirlega legur, svona leiðtoga hæfileika. Það verður maður líka yfirveri og læra á kanna aðstæðar. Þetta kemur svona þetta skotgjöf. Þetta er svolítið svona saman pælingu hérna. Með að vera með eitthvað horn á þeirra. Við erum að líta okkur einu skot. Æfingum bara sem gjöf frá vörðinni. Ef maður lifir bótt, þá er maður gjöf til þess að æfa sig verið betri í að fá erfið skot á sig. Það koma erfið skot. Við vitum það nú, koma börn í varnarhorni og það verður að nota skot á æfingunni til þess að læra því og til þess að líka verði þessu bolta í leik því að ef þetta mikið verið erfiðskoti þá er ekki að verði manni bolta.
Já, og komum við í vítin, mikið talað vítin á síðustu, vítamarkværslu, Portúgal varði nokkuð víti hjá okkur, vona það hafi ekki farið yfir einum. En mín taktík í vítum, ég var með bestu prófstöðina vítaðarsíð til Þýskalandi núna og hef alltaf verið með mína vítafílosófí og svona langast að deila henni líka með ykkur, þó svo að ég sé kannski að gefa mikið upp, ég kalla það 8-4-2. Ég vil niðurörfa markið í 8 hluti í því. Þú með kannski bæði hornin hérna, uppi niðri, með 4, með klof, með haus, vippu, snúlla, eða trikkskot. Og þarf það með fækka þessum niður 4. Þú náttúrulega útlokkur aðferðina. Hvað gaurið fram með, hvað gerir hann sjaldan, hvað gerir hann aldrei? Fyrir hann aldrei uppi nær, eða fyrir hann aldrei svona, þannig að fjölga því og horfa á 10 leiki, það séu hann gerir þetta aldrei, ok, tíma hann þessi 4. Á þessum 4 mögulegum sem hann mögulegur hans uppbóðarsvíti, þarf hann að loka 2 veitir heim. Ef hann mikið að setja hann í klof og hérna uppi, þá getur við kasta svona, fært upp henni niðri. Eða þetta ekki svona. Ef hann bara auðvitað með niðri, þá getur við bara sett henni niður. Og alltaf var svona að spilast með þetta eru svona, þú lokar sér 2 hlutum á þessum 4, þetta er að loka í vítum. Svo á móti þarf það að vera með, sem ég tek alltaf annað hvert. Veistu hvað ég byrja á, kannski sem er öðru vítinu, að þá tek ég elti bara höndun á hann. Þú hóð bara höndun á hann, með ekki hugsa neitt hvað er að setja hann eða hvað ég að gera. Þetta bara að vera ótryggilegur og horfa á hendina á honum og sjá hvað það er. Og það veldur líka típum. Kannski byrja ég það ég er ekki alveg með hann, ég veit ekki alveg hvað ég að gera. Kannski sjá fyrsta vítið, það tek bara fyrsta og þá er bara elti höndun á hann og reykir allt sem það gerir. Þú veist, ég nefnir að snúa það elti þetta og bara spáginnu bara höndina. Og þessu splitta þessu og fyrir því hvaða típa það er. Ný markværsla sem mér er mikið búin að vinna með, það er fyrir skotið, svona með ögrun. Standa bara svona, fyrir vítið. Þá fyrir hann að hugsa, ég tók fyrst eitthvað út í Portúgal svona, annað út í Portúgal. Þá horfði hann á mig og ég sá bara á hann, þá var hann reyn. Hún var augrað, og þá veit ég að ef hún var augrað, þá var hann bara þurru uppi, eða hausnum. Þá náði það rjúkum og skaut hérna í mig. Þá sá ég bara á líkamstjáningum hans hvað var að gera, þannig að það líka að vita hvaða típa þetta er svona að kemja móti. Ef þú gerir þetta gauð sem er kannski ekki mjög sjálfstöðust og kannski ekki hrókamöldur, þá verður ég kannski svona óvirkari. Þá kannski svona, horfður hann meira á þig, þannig að það vissi bara strax þegar hann er að fara að þruma því hann er pirraður, en ég skulle ekki gera þetta með. Og þá getur við virkað næst, leikum út í Portúgal, hvað gerir þá? Fyrir það aftur niður, hvað þarf þá að gera? Það fyrir aftur uppi? Nei, líklega ekki. Þetta er svona hugarleik sem það spáir, þetta sem gerir mega góð markmanni, er að ég er að pæla endast í tilkvæmslutum og kannski pæla mikið, en það er í lagi í vítum, því að þetta er spurning bara að basically fokk í aðlægum sko, og svona truflan aðeins og bara það að fara kannski niður eða gera svona verið í vítum og standa svona, þá er hann að fara að hugsa, ef hann er að fara að pæla mikið, þá er þetta bara að vinna bara vinningi sko. Horfa boltanni á það er ekkert víti, og svo var ég í vesinu mútið Anders Eggert í langa tíma. Ég spilaði á mótunum fyrsta árin, gekk frekar vel með hann, með hvernig góð viðskipta. Og svo í 3-4-5 ár var hann alveg með mig í vasanum og þá spilaði á mótunum mótið Flensburg, heimavalli og þá sagði bara ég veit ekkert hvað ég gera. Ég var alveg lost. Þá gæði ég prófa eitthvað nýtt. Tík bara þegar hann feikar, þá ætti ég að splitta niður, fara rassinn. Því að þegar hann feikar alltaf og tekur aldrei skoðið fyrst, það er mjög sjaldan. En þá splitta ég bara og stend svo hrættu. Þannig hann á ekki að reykjana og ég splittaði niður, hann feikar og setja niður, þá kemur það að skjóta upp. Þannig að ég taka upp því. Ég var bara að æfa fyrir daginn fyrir, fara niður, eins og sé að fara með feikinu niður, eins og klára þetta niður. Og þetta er eitthvað sem íslenska markmenn þurfa bara að ná, það er kreatíft. Það þarf bara að vera klókur í hausnum og vera bara kreatífur í öllu sem við gerum. Því við komast ekki lengir en að vera bara í sama gamla fæðarni, það ná ekki lengir. Við þurfum að nota hausinn okkur, við þurfum að vera andlega sterkari og við erum ekki bestu handballmenn eða fótboltamenn, en við erum bara því að við erum sterkir í hausnum og við erum ork í okkur, bæði orkulega séð bara eins og inn á vellinum eða í hausnum eða að horfa á vídjó, við höfum svo orkun sem gera þessu hluti og þess vegna þurfum við að nýta hann, sérstaklega í þessu markvöldinni. Þetta er stór þáttur í okkar sporti og því mikið að við séu kreatífir og sérstaklega svo í yngri flokkunum og gefið náttúrulega því eftir með æfingar og fleira. Það sé ekki alltaf
í sama gamla farinu og það ekkert eitt rétt. Það þarf ekki alltaf að gera fullkomnar hreyfingar. Það þú veist, þegar þú vilt hópa að redda þetta fyrir skurl. Það allt bara hluta leiknum og gerir hann ekki annað skemmtileg. Þú veit, þú að fara í þessa. Þetta æfing sem ég sem mjög stór hjá mér og þetta sést, hvað þetta fljúgandi markmaður, þetta svona stóluðu þýskur, flíkinu tóvat og þetta bara útspilandi markmaður. Þetta svona, já, mitt líf og yndi sem ég gegnum tíðina svona pælt mikið í og mér finnst þetta að vera þetta er lausnin okkar. Gerist kannski ekki strax, en ég veit, við erum með markmenn sem eru 57 cm minni heldur markmenni sem eru hinum þjóðum, sem eru í Frakklandi, Danmörku, Svíþjóð. Hvað getum við gert? Hvað gerum við innan sóknum okkar? Hvað gerum við sóknum í handbolta þegar við erum ekki mjög stórskipnar? Hvað gerum við þá? Við spilum klókt, við spilum aðra taktíkar, við spilum fleiri taktíkar og við erum boltan að vinna hraðar og við gerum bara aðra hluti. Það sem ég vil að gera í framtíðinni og er byrjar á persónulega, það er að spila sem útileikmaður að hlut til. Og fyrir að segja þetta fyrsta skipti, þá hljópaði þetta mjög bilað og svona egoíst, en þessu hugmyndi byrjaði þegar ég var bara í Háka sín tíma, bara ég var lítill og var í raunveruleika næst síðasta ára mitt, eða þriðja ára mitt í meistaraflokki, ég var í IBF. Þá spilaði ég meistaraflokki í marki og úti í öðrum flokki. Og pælingin í það var bara basically að koma með að gera það betri íþróttamanni og koma með betra form og vera bara þykkt og geta gert bæði. Og þá fekk ég svona byrju á vangi, svo ég get gert þetta, ég var aldrei eftir þetta og samt get ég gert þetta svona nokkuð vel. Hvernig þetta verið þegar ég hef gert það frá upphafi. Og út af þess að útskipting fljótu bræði, það snýst basically það eins og ég er mér. Þetta eru tveir ólíkir þetta er ég og þetta eru íslenski markmenn frá upphafi. Og markmaðurinn er alltaf úti og beðið á Íslandi að markmennir í yngri flokkunum eru mikið úti og það er bara skylda en bara þannig að fara með þetta lengra því að segjum við svo að nú er þetta mikið vestisvesen, það er ekki að vestið, það er ekki að vestið. Sú regla er ennþá sem laus á lofti, þurfum við að vera vestið eða hvort það taka það út og ætla að prófa að hafa ekkert vestið sem það reyndist vel, ákveðlega vel með heima í deildinni en eitt vandamál þar er þegar þú skýtur, þá ertu ekki alveg með að hreina hvort að maður sko út af því þú sér ekki vest sem kannski gerist ekki svo í landsliðinu núna ennþá gengið. Það byrjast á Ólympíuleikunum að þú sér vestka að fara út og þá getur þú svona ekki meira át og skota á markið. Og það er markmann fram með þér í völlin að þá getur hann hangið lengur innan. Það getur kemst eins og þú getur jafnvel þar með hornamann inn þó vestið sé ennþá á miðri. Og þetta er sem við erum búin að vinna með úti hjá mér í Bergisir. Við erum búin að vera æfa þetta á æfingum og svona prófa áfram og reikna það bara allt út. Og ég vil ekki segja mikið út af því að ég vil að menn líka hugsa það sem sjálfur eru búin að koma nýtt innbútt. Því það er ekkert, ef við sýnum ykkur 10 sína PTR-skjálum hvernig ég ætla að gera það, hvernig þetta á að vera, að þá er ég komið þetta, þá er að testa það. Þá er að koma í ljósmynda þessi hægt. Við ætlum að gera þetta með stímbili og koma liðum óvart í byggkefni. Fengum bara þannig drátt í undanúrslitum að þurftum þess ekki og hefði ekki gert í úrslitum en farið það langt og töfum með einu marki í framlengingu á einu framlengingu. Það er bróðið úrslitum, þannig að það er smá sitt að það ekki tekist en þá snýst bara það að limita markmanni. Hvað getur markmanni gert? Hann getur finna í þessa átt, hann má ekki mikið vera hótt og skjóta og finna bara hvernig hann er góður í og svona setja hann ákveðum verkefni. Og það er líka bara einfaldast dæmi það að hann fari með í sóknina í staðan fyrir vesti í einu færi. Það er síðan margir og þá máttum á hann að fara að skjóta því að segjum við svo, tökum við dæmi, ef að markmaðurinn er hér og þeir eru í umfjölda hleypunum inn, hann stekkur hérna inn, skýtur á markið, segjum hann séu 60% líkur á skori, því hann er bara þannig skotmaður. 60% líkur, gala með færi, mark, þá er hann alltaf að lenda á löppunum, svo leipur hann tilbaka. Hversu miklu líkur er því að markmaðurinn geti refsa á honum með skotið í völlin eða hraðri með sendingu miðuna og í markið. Þegar ég fer inn sem markmaður, sér þessi að strax og fer að miðuna, blokkar skotur á miðunni, ef ég klikka, hann fer að nýka. Þannig þetta skot hér með stóran varnarmann hér eða stóran varnarmann hér, línuna,
skot, þannig aldrei 60% líka. Þannig var að spila með tölunar, töluna vinna með okkur þannig inn í end, þá er þetta bara að skila próstulega sér bara góðum niðurstöðu. Og þetta er sem ég vil gera í leikurinn verður hraðari og markmennir okkur eru góðir í handbolta. Það er alveg bara fakt. Þú sér það bara öllum, svo í töldarleginn sem var í æfingu í gær, og það geta allir þrjumboltar fram, þeir eru allir með góða hendur, þeir eru góðir í handbolta. Og við erum allir góðir í handbolta flestum markmennum í Íslandi, því að við erum bara hendinni eða hendurlega, búkurinn er bara nær hausnum okkur heldur en hjá stóru. Þannig við þurfum að nota okkur það bara, þessi 57 cm, þá við þurfum að nota bara rétt, við þurfum bara að nota hausinn meira og þá bara fyrir að spila úti. Þetta er bara pæli sem við þurfum að skoða og fólk þarf að meðtaka, en því fyrir sem við meðtökum þetta og sjáum þetta fyrir okkur, því við brennum okkur á þessu á einhverjum tímapunkti einhvers staðar, við þurfum að læra það. Ég tel þetta muni inn í end, þjálfaramennin Bergiskeið er rosa lindur þessu og við hittum svona átölum tímapunkti að ætla ekki að þóra að segja þetta og þá koma tímum bara tétum á og saman þetta, hann verði að pæla þessu líka, við sem ekki spila út í þetta og við veitum alveg það líka, að fá að vera með úti, þannig að það var svona, hann er með sína pælingar og ég með mína pælingar og við náum byggjum svona ákveðin koncept. Þetta er eitthvað sem ég með vinnar markmið staðan frá með undirmesturvilinu að sjá hvað þessi möguleiki, hvað ég geti spila úti og geti farið með fram og hvað liggja mínir takmarkanir. Og það er eitthvað sem við brennum okkar á og munum sjá og skoða. Þetta er eitthvað sem bara, það er fyrir mig og okkur og sjá hvað þessi hægt. Því ef ég get gert þetta 31 árs, við ættum búin að æfa sem útileikmaður á ferlinum, við höfum bara spilað í öðrumflokki, að þá getum við gert það með æfundum all yngirflokkana. Og það sem að gerist þegar við gerum all yngirflokkana, hvort sem að verður útileikmaður og markmann ekki. Við erum alltaf að gera alla útileikmuna, það er alveg klart. Þess að markmann lærir taktíkina, lærir leiklesturinn, hann lærir svo ógeðslega mikið sem er hluti af. Hann lærir ekki að segja, til að vörnaðprófa líka, hann lærir að fíla það. Þannig að hann fær fullt af leikskilning og sér hlutin eins og útileikmuna, sem er bara hlut sem gildi fyrir markmenn í dag, að skilja leikinn. Og þú segir, ég er búinn að segja mikið, þannig ég þarf að prófa svona mitt, meina svona hleypa aðeins líka svona hugmyndar hann í gang, því að við erum eitthvað spjall þetta og kannski eitthvað bíla hugmynd, kannski ekki, en það er kannski ekki góð hugmynd ef þú sjokkar ekki aðeins fyrst. Albert Einstein har sagt það, hugmyndi sjokkar ekki í byrjun, þá var hann ekki völdið, sko. En með svona smá pæling, bara svona, alveg ótengt, það er sem pæling með að gera línuna varnarmönnum, sem hefur svolítið algengt og íslenski varnarmenn og línumennir getur íbyrðið sókn. Íslenski línumennir sig íbyrðið vörn og mér er svona snúið svo við erum alltaf að gera varnarmenn úr sóknarmönnum. Okkur gerum við ekki fyrir sóknarmenn og varnarmenn, okkur getum við ekki, því að þessi miðjublokk sem við alltaf tala sem er bara, það er grunnurinn í öllum liðum, stóru liðum heiminum. Það er að vera með sterka menn, þurfa ekki að vera tveimur dagar, þeir eru að vera sterkir, þeir eru að vera góðir varnarmenn. Búa til línuminn á þeim. Prófum það. Það er auðveldar upplýsingar, það er auðveldar að gera það kannski aðeins með leikskilningur og það hefur stjórn allt öðruvís. Það er mikið með hjálp með það. Og staðan verður alltaf að setja eitthvað sem er svona aðeins og lítill, prófum miðjublokkinni, hendum henni bakkarann, búum við ekki til sóknarmenn úr varnarmannum okkar. Kannski alveg að byrja með yngirflokkunum. Það er svona bara pæling þess að snúa allur hugmyndum það við. Í öllu þessu þá er Jóhann Ingi pælingin what's important now? Hvað þurfum við að fókusa á núna? Hvað er mikilvægt núna? Og þurfum við að gera þetta allt. Þurfum við að gera þetta allt hérna þessi eitt í einu, ekki allt í einu. Því að spurðum grunnstöðuna, þá er við komandi í markmannin ykkar sem eru 6, 7, 8, 9, 12, 20 ára og það segja bara, heyrðu, ég var hérna fyrirlestur hjá Björgvin Páli og hann sagði sko, hendurnar hér, augun, maginn spenntur, byrðið færnar, svo ekki mikið, þá bara óvilút. En við þurfum alltaf bara, við þurfum að mata okkur markmenn og markmenn sem eru að horfa á þetta, þau þurfum að ákveða. Nú er það bara í dag, það er bara fótaðurinn, bara heyrðu, í dag er bara með rétt fótabíl og þessari stöðu, ég ætla bara að æfa það í dag. Svo morgun þá er bara hérna augun, það er bara að horfa bolti og handavinnur spói bara dag í næsta dag. Það þarf að vera, það sem er gert mig, ekki bara iðnaðarmennur sem ég er, heldur bara allt mitt líf, það er skipulagið. Það er bara að þurfum að skipuleggja allt, hvernig ætlum að ná árangri. Það byrja bara í þessum litlu hlutum. Það er bara að byrja því að stúdera hennan og að tífa og virkja hérna öðra og bara allt í réttu
Því annars verður, veist, og grautur eins og risastórt hálsárs meðurnar kúrplan sem bara fellur sjálfsög hvað sem er. En við þurfum aðeins að setja bara eitt í einu, byrjum bara á grunnstöðunni og grunnstæðan 1, það getur bara tekið 2 mínútur. Það er bara 2 daga í handavinnum og það er bara rétt og bara, ef við ræðum þreytur hendur rétt, já, flott. Það er bara engin dag bara hendunar. Við séum alltaf að gera, spáði hvað er mikið af núna. Og þá erum við hægt að hendur svo mindmappi eða hugarkorti, eins og heitir íslensku. Að fyrir allt sem við gera, að það sé alltaf betur fram að því. Ég hengi upp inn í klefa í mér fyrir leiki, hengi upp alltaf mitt mindmap sem það lítur svona út núna. Þetta í síðustu 3 mánuðina var að mikast fyrir mig. Þetta var bara mitt win, mitt what's important now. Og bara zoomað upp hvað ég verð að hafa og þetta er síðan ég mæti í leiki. Þetta er úttilmið fyrir leiki að þetta mæti ég og þá er það bara bróðskapið. Ég þarf bara að vera glaður, það er bara gaman þessu. Ég þarf að vera mátur á fókusinu, það er ekki að reiður, það er ekki að vera, það er bara glaður. Og það er svona smá Jordan í því, þegar Jordan mætti klefan, það var bara í gríninu, það var alltaf verið með vissa marka. Og þetta er alltaf við gert bara til að byrja með að koma inn í feelingin, inn í leikinn. Svo er auðvíktinn. Það á síðtala rosa mikið myndað í kringum landsliða þeim, þeir eru Evrópumeistarar. Þeir eru haldið í auðvíktinn. Það er rosalega mikilvægt og gætar halli. Það er svona, fyrir að helst hægt að núna að það verði þjóðurinn falli. Verður þjóðurinn falli, þjóðverðar lendi í, þau eru heimt fyrir síðast. Það var bara, þau lendi bara sjokki því það voru bara ekki auðvökið margir hverjir. Þetta er sem ég er bara mættur í klefa, ég er að hafa gaman að þessu og ég er í þessu út af hverju, út af þessu hérna, til dæmis. Jón Páll er stór fyrirmynd hjá mér, Jón Páll Sigurðarson, og það er þjóðarstoltið. Þegar ég sé þetta nafn, þá bara svona hugsa ég bara þú veist, alla setningarnar hans, hvað hann gerði fyrir þjóðuna, hvað hann auglýsti persónur að sjá með sér og þetta er ekki að berjast með hverjum einast degi, hvort sem það er landsleika í höllinni eða strákarnir í fótboltanum eða hvað sem það er. Það er það stolt og það bara, bara gæsa strax um hugsunum. Það er þetta drives me og þetta hérna. Ef maður dóttir mín, alltaf með þetta leiki og kíkja á þetta hérna, þá líður mér vel. Ég er bara brosandi, ég er að spá í, ég gera þetta hérna til moment okkar eftir leiki, fyrir leikir í vikunni. Þetta er alltaf að gera bara moment fyrir mig og þetta er það sem ég þarf til þess að komast í þannig feeling hérna. Þetta er game focus sem gerist nokkur mínútur seinna, tekið tennisboltana. Maður bara þurfum vegginn inn í sturtu, þannig gangi hvað sem það er, hvað sem rými gefst og þar fer ég meira í handbolta. Þá fer ég að spá í þessu hérna, hendurnar hérna, maginn spenntur, tífa, augun klár og spá sig í mótherjum. Fer ekki við tónlist í erunum, fer ekki mótherjan, saman tónlist að hlusta á þegar ég er að spá í mótherjunum. Hann kemst svo því í game-mótið mitt og er svona aðeins að spá í alltæknum og svo fer ég að hinna. Þá er leikurinn farið, þá er allt mótinn allt bara búið. Og þetta er það sem ég þarf að taka með mér á höndum. Bolti, grípa, það er bara ég bást með boltann, ég bara lifir momentið og Stephen Curry. Þetta er einhvern fyrirmyndum, bara þann 8. fyrir leikinn og hann tapast þér allir í einhverju reiði eða gleði. Hann fagnar, hann er tilmyngur, en það er alltaf þessi eins og þetta er út af handóskumöndu til mín, ennþá beitaból. Það getur ekkert fokkað yfir, það er ekkert sem er að bara skemmina þeirri, sko. Þú veist, fáum við mark í varnarhotnið, svona kvöldu þá er það ekki skemmina fyrir mig, það er bara næsta bolti og ef það gengur óvel, þá fagnar ég því, ég hef tíma til þess, ég hef sóknirinn að fara, svo er það bara búið líka. Það er ekkert að rugla í mig, sko. Það er bara að klára 60 mínútur og svo myndi ég fara á Twitter og leika allt og vera ánægður með sjálfum mig, en í leiknum og hún myndi bara, það var ekki að trufla mig, ég er bara fuck with the ball. Og þetta er svona ástæðan styrkt mig og ég er svona, í gegnum svona síðustu 3 mánuði svona, skildi ég hvað þýddi. Að þó að vörðin sé að klikka og enn sé að klikka, þá skildi ekki máli. Ég þarf að vera svona og ég þarf að fókusera á þetta er að hamma sem er allt sem ég þarf. Gott sem komið, þetta eru nokkrar, ég setti þetta svona æfingagæja upp og þetta er alltaf að spyrja æfingar og ef ég kem eitthvað æfing og segja hvað ég gera þetta, geggja æfing, þá er ég nefndur að nota hana til 2 vikur. Því ég tek henni kannski 2 vikur, svo hendur ég mig frá. Ég er alltaf að gera nýtt. Það er þetta
að vera svona virkur hugsun, vera kreatífur og byrja að vera ótípist. Gera ótípiskar æfingar. Það bara sem ég síðustu 2-3 ára þegar að vinna mikið með, skota 7,5 metr, eiga að koma þegar skotið kemur, það kemur kannski skota 9 metrum, blokk og skot. Það gerir allir það. En það kemur kannski upp 4 sem leik og það færð fullkomna skot, fullkomna stað, fullkomna blokk og getur að lesa það. Þá að hoppa í gegnum 7,5 metr, það gerist það líka æfum, því það alltaf æft fyrir markmannina. Æfum við skot líka, æfum gegnum brott markvist, það sé koma erfið færir en markmann, hann læri líka að vinna með liðri blokk eða erfið skotum, hann læri líka að taka öllu skotum sem gjöf. Hugarþjálfunin, það alltaf bara same old, það alltaf mikilvægt öllu að hafa sem sé í lagi og hugarþjálfunin sem gerð, en ég mikið að nota í hvíldinni, ég tek kannski skotæfingu og það splittið mitt, svo tek ég hálfa minútu pásu og þá nota ég bara til að spá í splittinu. Og bara loka öðrum leiksmiði kannski, við bara hugsa splitti, ég ekki tala leikinn á morgun eða hvernig fór í Íslandi í gæði sko. Þannig að nota hvíldin til þess að spá þess í þegar við gerum markinu, hvernig við nota næstu mínútur eða æfingun eftir. Annað er svona hugarþjálfun og hvernig við sjokkar líkamann og svona við alltaf að komast lengra að senda á miðju. Ég var á unglingalandsliðinu bara í gær, þá hendi ég sinn að tveir markmenn megin og hinum megin og þeir gera að kasta boltann á miðjuna og þeir að keyra upp, æfa hraðabrunni. Og það er bara að kasta miðjuna, en við getum notað líka sem hugarþjálfun að hinn markmaðurinn, hann bara alltaf að bulli hún. Hann bara, hvað er gammal, hvað er klukkan, kasta boltinn blautur. Og allt þetta áreitið þetta bara að sleppa, hann bara heyrir þetta ekki, hann bara þrjum boltanum. Má við truflaða mati í brosæðast, þá bara allir líka þannig sem við blokkað út og þannig æfum við þetta. Við verða öðfokk við þetta. Og sæði ekki við að takk ég frekar fastari sendingar og klúðriðin heldur ég verði ekki safe sendingum og að takist. Það er svo Grilla sagði við mig, Haukamarkvæðin í Unglingalandsliðinu, Óli sagði hann einn sem ég þarf, bara góða sendingum miðuna. Það ef þú setur þannig upp, það bara svona, já, ég klúður því ekki maður, einn sem ég þarf. Þá tökum bara nýja ból í hæðina, og bara 3 boltar miðuna, gerðum frekar 3 mistök og 2 mistök morgun og svo 1 mistök og þá kom með þetta. Þetta kann taka alltaf segja boltar heldur að vera eitthvað að leggja hann á 3 mánuðum, þess að gera leik og gerum frekar almennileg mistök heldur að gera engin mistök, það bara segja. 2 keilur, þess að bara lýsa þessu dæmi fyrir ykkur. Hotnamenn að fara úr hotnum bara, skotaðu hotnamenn. Það var alltaf einni keilu og svo oft, ég veist þetta. Þess að þetta er eina að drepa þetta, að hotnamenn einn, þetta er vingill hér. Og svo þið inn, þá hoppar alltaf á saman staðan. Það er bæði hóllið hotnamennin, það var alltaf á sama vingill, sömu stöðuna, kannski 10 smuröð, eða 20 smuröð, með löng skotæðing, ennþá oftar. Og hafðu 2 keilur, leiðum að ráða, leiðum að gefa aðeins rými til þess að skoða hvað þeir núna, en gefum ekki aðeins. Og allir þessi litlir, þessi hálfu metri sem muna kannski á skótunum, er gríðarlega mikilvægur markmann líka. Hann þarf það ekki að geta ekki staðst alltaf eins og þá lærir hann að elta hendina og það er öðruvísi aðeins að myndast. Þess vegna er mikilvægt að verða ekki að setja of mikið, ekki of miklar línur eða svona þarna þar inn. Þá kannski, verður markmann ekki breytið fyrir vikið að fá alltaf sömu skótunum sem sömu stöðu. Það er líka að lesa aðstæðan. 3-1 er góð æfing sem er mikið nótum núna. Það er 3 keilur settar upp og það er 1 stig fyrir að fara í stórt færi, 2 í miðfæri og þetta er svo góð æfing, þetta er svo sama pælingin en er samt líka með smá niðurnörfu, en samt gott fyrir markmann að finna þarna stöðuna sína. Það er stóra fæði og það er svona gott að lýsa hver munurinn er á 1 keilum og 3 keilum. Það er alltaf að spá í svona aðeins fjarlæðlum og myndast öðru skot. Þetta er ný pæling sem við ætlum að vinna með í sumar í að coacha minn. Það er hlaup. Þau eru markmenn að hlaupa eða ekki. Þetta er alltaf svona stóra spurningin. Fyrir mér þarf alltaf að tala þarf ákveðin grunn, að halda einbindingunni og bara til að vera fitt. Ég vil þurfa að vera rosalega fitt markmenn, þetta er rosalega erfið staða, margar hreyfingar og þetta þurfum að gera. Og við þurfum hlaup upp á þessu marki. Þegar markmennirinn er orðin góður að hlaupa, þá viltu að fara í aðra áttu. Ég er alltaf góður að hlaupa, ég vill ekki að svo góður að hlaupa. Það hefur verið að beitna á mjög tíð þegar ég hljóp mikið, það voru aðeins hægari. Ég hef ekki verið kannski hraðir eða ég bara stopp verðið.
ég tók 3200 km eða 3200 metra í Cooper þegar ég var 15 ára, hættu, þarf ekki að ná meira, þetta kom gott, það er bara að fókusa bara á sprettinu, verður eitt expansífu getur, í treynsmóði Blaze-Through. Ég er kannski að byrja fyrir það því að svona minnka langklubin, en það er það að það er ákveðin basic í því, það er að vera ákveðin grunnform til að halda einbeitingunni og við bara þess að lifa 60 mínútur af. Og þá var ný pæling sem komin upp, var kennt á Mastercoach skildist mér, að bara vera á þjálfarapúlsinu, hvað sem 140-180, fyrir því hvað er tímbilið, sem þú veist tímbilið á miður tímbili, og á sama tíma ætti að gera einhverja hugaþjálfun, færa einhver verkefni. Við ætlum að gera þetta að ég ætla að gera þessu vel í Þýskalandi, hleypa þjálfarapúlsinu mínum, bara hleypa úti, smá challenge, ekkert mikið, bara svona, og meðan þá er ég bara að læra þýsku. Ég er bara með kannski 15 orð sem ég hef bara mæti, það er bara með að klára. Þannig að það er að sjokka sístum endan, það er að spá í saman þessu leik. Þú ert þreyttur, þú ert tíma mikið sko, en þú ert enda á muna svona með hvað er hérna, ok, hann sko þarna og svona aðeins að vera meðvitaður á aðstæðunar og svona skilja frá það sem er að gerast. Þannig er þetta svo góð aðeins að þjálfa nákvæmlega elementu upp sem þurfum í markinu og nota það með það, hljóðum aðeins, hægar, þess ekkert að keyra út, notum þá hausinn leðinni, hvort sem það er að tungumálið, hvort sem það er að reiknastæmi, einhver þraut, einhver getrun, eitthvað sem það er að vinna með á leðinni. Ég er mjög spennt að prófa þetta. Vera kreatífur, sem nefndi á þann, það er bara það sem hefur hjálpað mér á svo mikið tíða, sérstaklega yngri, en ég hafði ógeðslega gaman að því marki. Ég var bara fulla og ég sé ekki tala að 2-3 markvörslum fyrir að vera basic. Hotna maður kemur inn, þá bara ef maður skýtur í nær, þá er bara hér, og er í fjær, þá er bara hér. Svo er ein markværsla sem þarf að vera svo smá óútreiknulegur. Ég hef verið rosa mikið í 50-50, ég vil halda með þar. Ég vil frekar vera óútreiknulegur, heldur að vera of mikið basic, upp á það svo jafnast alltaf út, fyrir þetta hvað leikmaður að spila. En að vera kreatífur líki æfing. Hvort sem það er skurðlæðingar. Tók bara upp á sæðingar við yngri, og ég elskar ennþá, og bara það er mótnað bara dýna, og það er bara skurð þessu fótboltamannar. Og kemur rosa oft fyrir, ótrúlega magnað, þessu hreyfing kemur rosa oft fyrir í leik. Þessu hreyfing í topp, en það eru skurðlæðir. Og það er skemmtileg æfing, og gerir það svona sveit. Þetta er gaman upp í erfitt, sérstaklega með yngri mannum. Það er bara að vera alltaf gaman til þess að fá að vera frjór, standa á öðru fæti í markinu, bara hoppa með ekki og bara á öðru fæti, þú veist. Og þá lærir meira líkamann og lærir svolítið að vera frjór og passa að drepa þetta ekki, þú veist, eins og það tala, þú veist. Skólinn drefi kreativity, sko. Það er bara að vera ekki ofskólaður, en þú veist, vera með reglum þar en alltaf ekki að prósess út í. Og það er líka bara þegar maður er gammal, sko. Það er alveg best líka. Tók líka markmenni gamandavíki að henda sér í gólfið. Það er bara, þú veist, saman svo að vera skotið bara miðji, svona út á leikurinn. Það er skemmtilega ræðingar fyrir markmenn að læra alltaf líka með sín, að bara, þú veist, að fryggja sér í jörðina, bakið, eitthvað, aðeins með þessu. Það er bara tækni og það þurfum að læra líka. Það er sem Conor McGregor hérna, að vera að finna fyrir jörðinni, að gefa til leikjum, að bara lækka þyngdamótana þess og vera til tilfinningu fyrir jörðinni. Allar þessar æfingar er bara að hjálpa manni að verða bara betri í líkamlega sér og verða kreatív og prófa þegar þú fattar þetta hlutum í þessum stöðum. Ég er núna í svona off-viku hjá mér, svona 7 daga sem ég tek alltaf og prófa aðrar íþróttagreinar. Við erum að fór fótboltaæfingu, fór á MMA-æfingu á hann hjá Mjölni, en þá slemur ég sparkar alltaf fast í mér efna og alls konar svona æfingar. Þetta hefur bara til að betri íþróttamæður og lægir fullt að þér. Og ótrúlega fyndi hvað maður læra bara öll sportunum bara höfðu. Það er að boksa, að koma ekki bara þetta úr innanfræðin og já, ég tóndi markinu, ég ekki sprengt bara, ég finnur við sprengjum út af réttaðum, ekki bara líka svo ekki, maður læri þetta allt og við tekið fullt af punktum á öðru sportum, þess að það er líka sem segja, ég var lengi í öðru sportunum trefur, handbolta, út á körfubolta, út af ráðhyggur, en hjálpa mér heldur mikið bara á hreyfiþroska. Og þetta allt bara kreatív, það er bara að þurfa að vera rosalega friskir þessu. Lyftingarnar, það er alltaf berðast, þegar það kemur eitthvað nýtt á dögtu tælingu sko, þannig að við ekki segja mikið það, en einn sem ég vil segja er með seifnum við snýrbygging. Snýrbyggja er axlefnum til fóta, þú veist, en ég ger hana svona, ég ger hana í minni grusnum
Þetta er öðruvísi hreyfing, en þetta eru hreyfing sem ég þarf í markinu. Ef ég þarf að fá aðeins meiri power hér, ég þarf aðeins að gera þetta er mín eðlilega stað í markinu. Ég þarf ekki nefnum því að labba, ég þarf að gera þess að fá power í færðin þegar ég er á vellinu. Og við verðum að gera þetta leikrænt. Það er svona, ég meina með þessu. Og saman sem ég liftingu markmanna, þannig að það er miklu meira með liftingu markmanna. Þeir þurfa að vera fit. Og þeir, ef við leikum á rauðdegi, þá getur þeir lift á sunnudegi. Leikur tekur ekki mikið af markmönnum, það tekur ekki mikið út venjuleg góð markmannsæfing er miklu erfara en leikur. Það notum, ef það er leikur á laugardegi, notum sunnudaginn til dæmis, ég gerir sunnudaginn alltaf í að lifta. Og ef ég lifta á mánudegi, þess að venjulega þetta er úti, það er alltaf að leika á laugardegi, svo bara fyrir sunnudegi, og á einhverjum mánudegi, svo kemur það vika. Ef ég lifta á mánudegi, þú kannski, það er ekki taka alveg liftingar, þá er þriðjudaginn skotæfing fyrir fótni, nokkuð basic, og þá erum við aðspyrjur og þá skemmi ég liftingar, eða markmannsæfinguna. En ég tek að frekar á sunnudegi og alltaf þess að þriðjudegi. Því markmann geta að lifta eftir leik, það er bara svona. Og þetta er sem ég vil bara tala fyrir markmann komin lengra. Þetta er allt svona ábyrg mikið, margar svona pælingar sem eru nýjar og enda kannski hérna. Þetta er eitt sem ég vil að prófa núna á næstunni og ég var aldrei hræddur að prófa og þess vegna kannski er ég svona kreatífur því allt sem hefur gert nýtt. Ég kannski prófa 5 nýja hluti og kannski 2 hjálpa mér. Það hjálpa mér rosalega mikið og ég er mikið betri í þetta. Og þetta er eitt sem ég vil að prófa. Það er sambandið við markmannsþjálfari hjá Dortmund, úlingalegum Dortmund fótbolta, sem er aðdáandi liðs í úti. Það mætti okkur leiki og svona heillast mikið af mér sem markmanni og svona spá í svona tengsla milli fótboltamarkmanna og handboltamarkmanna. Og hvað það væri líkt og þess að ég var að gera með Gulla, ég var að æfa með Gulla markmanni næstis í gær, fótbolta. Og ég var að prófa hreyfingar og svona einmitt sem hann var að pæla líki, hvernig tengsla milli. En það sem stakk mig strax var að hann var heyrnarlaus og það svona kvikt í mig, hann er heyrnarlaus markmannsþjálfari. Ok, hvernig er það? Er það erfiðara fyrir hann eða kannski bara hvernig eru tengsla milli, hvernig tjáar þessu og hvernig er það erfitt? Þá fór ég að spá í mitt eitt verðfæri út. Ef ég er í markinu, hendi ég eirnum og heyri ekki neitt. Ég prófaði þetta bara heima hjá þetta, við erum fyrir nokkur mjög síðan. Þetta er ný skið, þannig að þetta er ofin pæling ennþá. En ég hendi með eirntöpu og heyrði ekki neitt, að fókusi verður bara þannig. Tala að missi lykt að skýði þá kemur bara annað upp og allt það. Þannig að við verðum blindur þá finnum við betri lykt og þannig að það skal prófa núna, öndunarstýrun líka, eirntapar og hvernig ég skynni mér ekki betur umhverfið. Hvernig ég sé mér betri fókus á boltann. Því ég heyri ekkert og maður getur að prófa ef maður setur fyrir eyrun að þú ferð umhverfið verða alltaf öðruvísi. Og það er pælingin, hjálpar því markinu, næði betri einbeitingu á boltann því að ég sleppu öllum umhverfishljóð, ég er meira með sjálfum mér eða hjálpar þetta ekki. Nú kan að prófa þetta og svo er spurning að ég gerir þetta á æfingum og get ég gert þetta 3 daga í viku og það skilja mér einhverju, en verði ég gert alltaf. Verði bara alltaf eirntapa. Það er líka alltaf erfitt því það kannski á laugardegi það er kannski gott líka bara, ef ég kannski er í leik og er eitthvað döllið inn og það bara, ég er ekki neitt sko, það getur líka verið ekki verið. En það er að prófa það, þetta sé bara, það tekur sér móðan þriðdag, prófa þetta og hvernig aðeins mér verið bara betur, því ég ná bara fókus upp á þetta. Og þá kemur þessi skynni og fókusin. Þá er þetta, komum við ekki. Þá bara, ef það er eitthvað spurningar, maður bara alltaf lengi, hlifti ykkur maður. Það er eitthvað í þessu, ef það er eitthvað í þessu, þá með ég bara stoppa mig. Ég verði eitthvað áfram, ef það er einhverja pælingar eða eitthvað, þá með ég endilega dæla á mig. Maggi slæpa. Já, það er ekki maður annars og það er erfitt að fá spurningar þarna. Við sittum upp. Það er komið vídeóið.